Ok, þessi myndbæti ætlum við að skoða ýmsa eiginleika sem ákveður hafa. Og við byrjum á að rifja upp gagnlega setningu, sem er setning nummer 2, að ef A er þríhyrningsfylki, sem sagt 0 fyrir neðanhornalínuna, þá er ákveðan af A margfeldi hornalínustjaka A. Þessa setningu við séð áður. Nú bætum við setningu. Hún fjallar hvernig áhrif hefur það á ákveðu fylkis að við gerum þessa einföldu línuaðgerð sem við höfum lært þegar við erum að ryðja fylki. Nú, það kemur í ljósa í fyrsta lagi, þá ef við erum að leggja eina línu við aðra línu, þá breytum við ekki ákveðinni. Og í öðru lagi, þá ef við skiptum á tveimur línum í fylki, nú, þá erum við að breyta formerkinu ákveðinni. Ákveðan af nýja fylkinu með það sem við erum búin að býta á tveimur línum, er mínus ákveðan af fylkinu sem við vorum með. Og svo í þriðja lagi, ef við margföldum eina línu í fylkinu með einhverjum fasta k, þá er jafngildir það að margfalda ákveðan af fasta k. Ok, við ætlum að nýta okkur þessar setningar hérna í að reikna nokkuð dæmi. Byrjum á að segja hérna ég er með ákveðu fylkis A sem ég ætla að reikna og A er þetta fylki sem ég geði hér. Nú, þá segir setningun á undan okkur, ef ég tek ákveðan af A, þá fæ ég það sama og ég tek ákveðuna á þessu hérna fylki A þar sem ég er búin að gera einhverja línuaðgerðir. Segjum til dæmis, hérna væri skynsamlegt kannski að gera línuaðgerðir tvisvar sinnum lína 1 pluss lína 2 í línu 2 og aðgerðina lína 1 pluss lína 3 í línu 3. Gerir þessar tvær aðgerðir, þá fæ ég fylkið sem sést hér. Og það sem meira er að ákveðna fylkinu mínu A er svo sama og þessu nýja fylki. Ok, svo getum við sagt, ég ætla að pröfa að skipta á línu 1, 2 og 3 í þessu fylki, þá fæ ég ekki sömu ákveðu, heldur negatífa ákveðna sem ég var með, þannig að 1 mínus 4 er 2 og svo lína nr. 3 er 0, 3, 2 og 0, 0, 5. Og sagði, hérna er ég komið mínus ákveðuna þessi hérna fylki. Ákveðan af A er sem sagt mínus ákveðan af þessu fylki. Ok, hér er ég búin að koma þessu á form sem þetta er hornalínu fylki, þannig að ég get auðveldlega að reikna át ákveðuna. Ákveðan er nefnilega mínus, er þessi hérna mínus, og svo sinnum 1, sinnum 3, sinnum 5. Ákveðan er sem sagt mínus 15. Í staðinn fyrir að brjóta þetta niður í 3, eða 2 að því að það er 0 hérna, 2, 2 og 2 ákveður, þá getum við gert þessa einföldu línuaðgerðir og fundið ákveðuna þannig. Við skulum skoða fleiri dæmi. Ok, við erum með 4 fylki, það myndi, ef við ætlum að reikna ákveðuna fyrir það er þá að reikna 4 3 ákveður sem getur tekið sinn tíma, en við reynum frekar bara að einfölda þetta, nota aðgerðnar setningunum sem við þekkjum. Ákveðan fyrir fylkið A, hún er svo sama og ákveðan af fylkinu það sem ég er búin að gera hæfilega línuaðgerðir. Nú í fyrsta lagi sé ég með 2, mínus 8, 6 og 8 hérna fyrir í fyrstu línunni, þannig að ég ætla að taka tvistin út fyrir svega. Segja 2 sinnum ákveðan af 1, mínus 4, 3 og 4, 3, mínus 9, 5 og 10, svo ég breyti engu í línum 2, 3 og 4. Sér svona. Ok, svo ætla ég að leggja línu 1 hæfilega oft við línur 2, 3 og 4 og þá enda ég með fylki sem lítur svona út og nú er við komin með nánast komin fylki sem er hornalínu fylki. Þurfum eina aðgerð í viðbót, við þurfum að draga hálfu sinni línu 3 frá línu 4, þannig ég smelli þá aðgerð og það er 1, mínus 4, 3, 4, 0, 3, mínus 4, mínus 2, 0, 0, mínus 6 og 2, 0, 0, 0 og 1. Sér svona. Og núna get ég reikna ákveðinu bara með að leggja saman, margfalda saman hornalínustökin. 2 sinnum, 1 sinnum 3 sinnum mínus 6 sinnum 1. Fáum svo mikið sem mínus 36. Sér svona. Ok, muniði að ef maður margfaldaði með fylkið með fasta, það er að segja, ef maður margfaldaði eina línu í fylkinu með fasta, að þá er það sama og margfalda ákveðina með fastan. Það er það reglan sem við notum hér. Þegar við segjum að nýja fylkið okkar sé B
þá erum við að hugsa hvernig er það miðað við fylkið A, hvernig það var. Þá sagði ég ætla að margfalda með sama fasta K hérna. Það er einmitt það sem við gerum hérna. Við segjum ákveðan á A er jafnt og K sinnum ákveðan á B. Afsakið, ég ætla að halda mig við að gamla fylkið mitt hétt A, þetta fylkið sem ég byrjaði með hétt A, þá segi ég K sinnum hérna, K sinnum fylkið A. Þannig hérna vorum við í raun og veru að margfalda með fylkið hérna A með hálfum, það svarir til þess að margfalda þá hina ákveðuna með 2. Ok, og þetta hafi ekki verið ruglingslegt. Nú pröfum við að skoða nokkra einingar í viðbót. Og áður við fyrir mér næsta hluta, þá ætla ég að benda ykkur á, hérna þegar við vorum að reyða fylkið til að sjá betur út hver ákveðan var. Þá förum við ekki alla leið á línust alla gerð. Það er að segja, við þurfum ekki að láta fyrsta staki í hverju línu vera 1. Það má vera hvaða tala sem er og margföldum bara saman hornalínustöng. Þannig að það sem við þurfum í raun og veru bara að gera er að leggja saman línunar hæfilega oft til að koma 0 hérna undir, 0 hér undir og hér undir. Það sem við þyrftum mögulega að gera líka er að við þyrftum að kannski að skipta á 2 línum til að þetta væri mögulegt, til að þetta geti litið snú. Og þetta er grunnurinn í næstu setningu, næstu staðhæfingu hérna. Ok, kallum nú fylkið U, hérna, þegar við erum búin að koma sem sagt A á línustallargerð samt þannig að fyrsta staki hverju línu þarf ekki að vera 0, eða þarf ekki að vera 1, fyrir ekki. Við maður kalla það fylkið sem við fáum U. Ok, ef við þurftum að skipta R sinnum á línum til að fá fylkið U, þá er ákveðan af A jafnt og -1 í veldinu R, sem sagt -1 sinnum fjöldin af skiptur sem við þurftum að skipta á línum, sinnum margfeldi vendistuðla U, ef A er andhverflegt. Atriði, ef A er andhverflegt, þá er vendistuðl í hverri línu. Ok, og annars er það 0, ef A er ekki andhverflegt, sem sagt annars er ákveðan 0. Sjáðu, út úr þessu fáum við líka að ef að ákveðan er ekki 0, þá erum við með vendistuðl í hverja einustu línu. Það þýðir að þá hlýtur að vera til lausn á fylkjajöfnunni AX jafnt og 0 og þar með er A andhverflegt. Skrifa þetta hjá okkur. Sjáðu, ef við erum með n sem n fylki A, þá er það andhverflegt þá og því aðeins að ákveðan sé af A sé 0. Og sjáðu, ef við erum með vendistuðl í hverju línu og vendistuðlinn er í hornalínunni, þá þegar við margföldum saman vendistuðlinn þá fáum við eitthvað sem er ekki 0. Sem sagt, hérna stendur orð saman sem ekki jafnt og 0. Mikilvægt. Mikilvægt að þetta ákveðin, ef ákveðin er ekki 0, þá er fylkið andhverflegt. Ok, ef það er vendistuðl í hverja einustu línu og þeir eru í hornalínunum, þá vitum við að þetta er nákvæmlega einn lausn og þá vitum við líka að ef við margföldum saman hornalínustökin, þá fáum við eitthvað sem er ekki 0. Þess að þetta helst í hendur, hvort til sé lausn á jöfnuna AX jafnt og B. Helst í hendur við það hvort að þetta fylki hér er andhverflegt. Það er að segja í þeim tilfellum þar sem við erum með n sinnum n fylki. Nú, skulum pröfa að skoða dæmi. Dæmið er til lausn á jöfnuna AX jafnt og 0 ef A er þetta fylki sem er gefið hér. Og við ætlum að svara þessu með að spá í ákveðuna. Við ætlum að reikna ákveðuna fyrir fylkið A. Nú, ákveðan er, við getum séð að við ætlum að fara inn eftir fyrsta dálki en það er ekki 0 hérna í neðstulinu, við ætlum að redda því. Við ætlum að segja að ákveðan af A er sama ákveðan af fylkinu 0, 1, 2, minus 1, 2, 5, minus 7, 3, 0, 3, 6, 2 og svo ætla ég að taka línu 2 og 3 og leggja saman og ég fæ 0, 0, minus 7 pluss 4 er minus 3 og 3 minus 2 er 1. Þetta hérna fylki hefur sömu ákveð. Ok, nú ætla ég að dempa mér í að breyta þetta niður. Ég ætla að fara eftir fyrsta dálkjall því að þar er 3, 0. Ég segi pluss minus 2, minus 2 svo sinnum, ákveðna því sem er eftir ég er búin að stríka allt í línu og dálki með tvistinum. Ok, hafa þetta bara fjólblátt. 1, 2, minus 1, 3, 6, 2, 0, minus 3 og 1, sér svona. Og hér getum við farið í línuaðgerðir aftur og okkur skellum okkur ekki bara í það. Minus 2 sinnum til að draga línu 1, 3 sinnum frá línu 2. Það er 1, 2, minus 1, 0, 0 og 5, 0, minus 3 og 1, sér svona. Og nú getum við skellt okkur beint í að reikna
Já, við getum annarkvæmt býtt á tveim línum eða ég ætla að skrifa bara mínus 2 sinnum 1 þessum dálki sinnum ákveðin af þessum hérna einfalda gaur og þetta verður þessi sinnum þessi er 0 mínus 3 sinnum 5 sem við fáum sinnum 15, þetta verður mínus 30 og þá getum við svara spurningur okkar, við getum ekki sagt hver er lausnin en það er ekki spurt um það, heldur við getum sagt ákveðin er ekki 0 þannig að svo já til er lausn á ax eftir 0 sér svona ok, skoða nú 3 reiknireglur ok, við erum með 2 fylki á B sem er enn sem n fylki og við erum með eitthvað fasta C þetta er rauntölu fasta þá er ákveðan af A bilt það sama ákveðin á A og það er ljóst að við hugsum út frá að við getum alveg unni eftir fyrstu línu eins og fyrsta dálki ákveðinur myndi verða sömu ok, þannig að hérna þurfti maður bara að setja upp 2 fylki og reikna út að sjá að maður fengi það sama það er maður alltaf að sína fram á þetta rétt í öðru lagi þá gildir að ef maður ákveðina af margfeldi tveggja fylkja þá er það sama á margfeldi ákveðinana ákveðin af A sem B er átt að ákveðina A sem ákveðina B og hér þurftum maður aðeins betur að skoða til að sjá að þetta virkar sem regla og í þriðja lagi þá er ákveðan af C sem A, það sem ég er búin að margfalda A með einhverjum fasta C er C í enda sem ákveðin á A munið, þegar við margfaldum fasta C inn í fylki A þá er að margfalda öll stökin með fastanum við erum sérlega að margfalda alla línunar með fastanum þannig að þetta svarar til reglunar í setningu 2 þar sem við segjum ef við margfaldum eina línu með einhverjum fasta þá erum við að margfalda ákveðina í nýja fylkinu með fastanum. Þannig að við segjum, hérna eru n línur, við fáum C í enda sinum ákveðin af A. Ok, pröfum að taka dæmi. Ok, fáum hérna 3 fylki, E1 og A, sem er þannig að við margfaldaði saman, þá fá ég fylki B og sjáðu E1 er svona eitt einfalt fylki sem framkvæmir eina einfalda línuaðgerð. Og getum við séð hvaða línuaðgerð hún framkvæmir, hún segir lína 1 plus mínus lína 2 ok, formerkinn röngja mér mínus lína 1 plus lína 2 og setur það í línu 2 margfaldar hérna þennan hún leggur þau bara saman fyrir hátur rétt lína 1 plus lína 2 nei, það er mínus hérna, afsækja ok, pröfum eins og segjum mínus lína 1 mínus þessi hérna lína það er plus 1, mínus 1 það er 0 og nú ætla ég að halda með þetta. Ok, þannig að hún er að gera þessa eina einföldu línuaðgerð. Pröfum nú að reikna ákveðna fyrir E1 og A og B. Ok, þá fáum við ákveðan fyrir E1 er 1, 0, 0, mínus 1, 1, 0, 0, 0, 0 og 1. Við fáum þess að einu sinni ákveðan, ég ætla að fara eftir fyrstu línu ákveðan af 1, 0, 0, 1 og næstu stökin hér er 0 þannig að það eru 0 þannig að ákveðan er 1 ok, ákveðan fyrir fylkið A er ákveðan er 3 og við reiknum ákveðana fyrir B fáum líka 3 og sér, þetta er fullkomlega rökrétt. Ef við hugsaum að E1 hafi hérna, akkur í þessu dæmi, þá ef E1 gerir eina einfalda línuaðgerð, þá á hann ekki að breyta neinum ákveð fylkisins. Þannig að fylkið A verður að hafa sömu ákveð á fylkið B. Og til þess að þetta gangi upp, þá verður náttúrulega ákveðan fyrir E1 að vera 1. Til þess að sérst ákveðan af E1 sinnum ákveðan af A á að vera ákveðan af E1 sinnum A sem er einmitt ákveðan fyrir B. E1 sinnum A er B. Þannig að því að ákveðan fyrir A og B verða að vera sama, við gerðum eina einfalda línu að gerði þar sem við lögðum eina línu við aðra, margfalda eina línu við aðra, hlýtur þessi hér að vera 1. Og öll einföld fylki sem að gera þetta nákvæmlega, sem leggja margfalda einni línu við aðra, hafa alltaf ákveðuna 1. Ok, tökum við annað dæmi. Hver er ákveða fylkisins I? Nú, I er bara einingafylkið. Það er fylkið 1, 0, 0, 0, 1, 0 og svo framvegis hérna 0 niður
og 1 hérna alltaf í hornalínustökunum og við notum ákveðuna fyrir hornalínufylki og sjáum við strax að ákveðan fyrir einingafylkið I er 1. Ok, pröfum hana dæmi. Nú ætla ég að spá í hvernig er eiginlega ákveðan fyrir a í mínus fyrsta. Get ég eitthvað sagt ákveðan af a í mínus fyrsta ef ég þekki ákveðana fyrir a? Og svar er já. Við notum hérna að setninguna að margfeldi tveggja fylkja. Ákveðan af því er margfeldið af ákveðunum. Og ef ég vel mér b núna hérna í þessari reglu til að vera a í mínus fyrsta, þá stendur ákveðan fyrir a sem a í mínus fyrsta. Það er náttúrulega ákveðan af I. Ég har margfalda fylkið með andhverfisinu og það er I, einingafylkið, og ákveðan af I er 1. Þetta var það sama á ákveðan af a sem ákveðan af a í mínus fyrsta. Þannig að segja þið, ákveðan af a í mínus fyrsta er 1 deilt með ákveðan af a. Og ef að ákveðan fyrir a er 0, þá náttúrulega meika hefur þessa formúla enga merkingu. En aðrið, ef ákveðan fyrir a er 0, þá er það fylkið a einmitt ekki andhverfilegt og þá er ekki til en ákveða fyrir a í mínus fyrsta. Ok, pröfum 2 dæmi viðbót. Við ætlum að skoða hvernig ákveðan fyrir a í öðru er með við ákveðun af a. Þá notum við okkur eftir ákveðan af a sinnum a, sem sagt ákveðan af a sinnum ákveðan af a. Þetta er með öðrum orðum ákveðan af a í öðru veldi. Okay, hvað ef við margföldum ákveðuna að fylkið með 2 áður en við tökum ákveðuna? Og þá sáum við reglu, það verður ekki 2 sinnum ákveðan vegna sem við erum að margfalda hverja einustu línu með 2. Heldur þetta 2 í n veldi sinnum ákveðan af a. A er n sem n fylki. Ok, allt gagnlega setningar og reglur að kunna og best er að æfa sér að reikna dæmi til að festa þær sér í minni. Segjum þetta gott.